Einn morguninn þegar Villi svaf eins og venjulega snaraðist mammans hún Marta inn í herbergi til hans. Villi, vaknaðu nú, Villi. Bra, mamma. Ég þreyttur. Þetta hefur upp úr því að fara svona seint að sofa. Ég verð önnum kafin í dag og ég verð að biðja þig að sendast til hans herra Jóhannsens kaupmanns fyrir mig. Bra, verð ég? Já, ef þú gerir þetta fyrir mig skal ég gefa þér dálítið gott að borða. Hvað? Pönnukökur? Bra, pönnukökur með sniglarjóma. Já. Villi stökk á fætur, klæddi sig og hljóp niður að borða morgunmati sinn. Síðan sótti hann húfuna sína á innkaupatöskuna. Jæja, vinur, mig vantar flösku af sniglarjóma, eina dós af þurrkuðum ormum og pakka af vespugraut. Heldurðu að þú munir þetta? Já, flösku af sniglarjóma, þurrkaða orma og vespugraut. Svo tók hann töskuna og peningan og hljóp af stað. Vekjaraklukkan datt í höfuð á Hólmgeiri sem var að ylja á sér stélið. Hvur skrampinn, hvað tíminn flýgur, ekki stella hurðinni svona, Villi, sagði Hólmgeir. En Villi var horfinn úr augsýn. Hann fór í búðina til herra Jóhannsens kaupmanns. Hvað var það fyrir þig? En þegar hann sá að Villi var að kaupa fyrir mömmu sína og hann slippi við að klifra upp stigann, brosti hann breitt og gaf Villa karamellu fyrir að vera svona góður kunni. Þegar Villi kom heim bjó Marta til pönnukökusoppuna og notaði auðvitað sniglarjóman. En það var of snemmt að baka pönnukökuna strax og Marta fór og lagði sig. Og þá komu vinir hans Villa. Hvað ertu að gera? Spurði Húfur. Ég að passa pönnukökusoppuna, svaraði Villi. Megum við sjá? Ó, dásamlega líkt gópul. Yndisleg, sagði Datti. Ég elska pönnukökur, mér dauður langar í eina núna. Mér líka. Og Sjonni sagði: Það svo mikið til af soppunni að ég vissum að mamma þín má sjá af einni ausu. Villi gat ómögulega sagt nei, þannig að Sjonni setti ausupilli á pönnuna. Já, en góð lykt, æði. Nú var komin tími til að snúa pönnukökunni við, en Villa tókst ekki nógu vel upp og hún lenti beint á höfðinu á Dadda. Á, bra, hún svo heit, vatn. En eini vökvinn innan seilingar var pönnukökusoppan, svo að Datti tók undir sig stökk og lenti á höfðinu beint í skálinni. Hvílík óreiða. Allir á kafi í soppu og pollar út allt gólf. Marta fekk næstu því kast þegar hún kom inn og innan stundar voru þeir allir komnir út í garð þar sem Hólmgeiri lét dæluna ganga. Hvur skrampinn, óþekktar endurnar ykkar. Og þeir hlupu í garðinu meðan þeir þornuðu og síðan fengu þeir fulla skeið af meðalinu hennar Mörtu. Og þegar Villi fór að sofa kvöldið hafði hann hvorki fengið pönnukökur né neitt annað að borða. Bra!